Kjartan Páll, velkomin í sjókastið. Já, takk fyrir það. Ég veit ekki hvernig ég á að kynna þinn. Ég veit að það eru margir titlar sem mætti titla á þínar axlir. Já, já. Það er þú ert mannfræðingur í grunninn og doktor í félagsfræði. Hvernig myndir þú titla þig sjálfan? Ef ég myndi bara, ef þú værir að hringja inn einhvers staður og góðan daginn, Kjartan Páll heiti ég og er... Trillukall. Trillukall? Já, ég er trillukall. Yes. Ég er með allt hitt líka, sko. Jú, ég er félagsfræðingur og mannfræðingur og ég er smiður og ég er formaður Strandveiðifélags Íslands og allt þetta en trillukallinn, það er það sem að lifir í mínu hjarta og mín sjálfsmynd svolítið snýst í kringum það, sko. Þannig að mér finnst það er eina af þessu sem ég er. Þannig ég ætti eiginlega bara að segja cut. Velkomin Kjartan Páll, trillukall. Nei, þetta var fínt. Allt hitt skiptir máli líka og félagsfræðin hefur mótað mig alveg svakalega mikið og ég er mjög glaður að ég fór þá leið líka, sko. Og kannski ekki síst í mínum störfum sem formaður Strandveiðifélags Íslands þá nýtist það mjög vel. Þannig að ég er alveg félagsfræðingur, félagsfræðin slær alveg í mínu hjarta en trillukallinn. Það er þitt svona þín sjálfsmynd í dag en hitt nýtist vel í að lesa fólk. Já. Byrjum þá bara svolítið á byrjunni. Kjartan, hvað ertu gamall? Já, hvað er 48 ára? Ég þurfti aðeins að hugsa mig. Ég er 48 ára, fæddur í Reykjavík en ólst upp í Svíþjóð. Í Stórborg eða í sveit? Í Uppsölum, ég veit það ekki. Það er nú kannski ekki beint Stórborg en svipa stórt úr Reykjavík kannski. Já. Og fluttu síðan á unglingsárunum aftur til Reykjavíkur og bara ósköp venjulegt. Bara svona malbyggsbarn eins og ég? Já, nema það að ég var svo heppinn að eiga afa sem að var sem sagt grásleppukall og æðabóndi rétt vestan við Stykkishólm, Jónsnes heitir bærinn og þetta er svona alveg vestasti oddinn á Þórsnesinu. Já. Og þangað veri ég alltaf sendur, sko, á sumrin og það var mín sumarvinna, þannig að alveg frá því ég var 13 til 20, þannig að þú varst með afa í grásleppunni og í dúntekju og bara svona hefbundnum, hvað maður að segja, lifnaðarháttum þannig í Jónsnesi. Já, þannig að ég slapp alveg við alla unglingavinnu. Já. Og þetta var bara mín sumarvinna, sko, og það var sérst afi og það var föðurbróðir minn, hann Jóhann, að þeir voru með þessa útgerð saman. Og Jónsnes var alveg mjög sérstakur staður og er alveg ótrúlega sérstakur staður og það er svona gamalt steinhús sem er byggt 1940 og, ég man það ekki, 42 eða eitthvað svoleiðis. Og fór svona svo í eyði, sko, 10 árum setna held ég. Þetta var svona algjört bjartur í sumarhúsum, þetta var þetta, sko... Hafði verið búskapur þá í ykkur öðru húsi áður eða? Já, það var þarna torfbær áður en steinhúsið var byggt og afi var meðal annars með mynd upp á vegginn í eldhúsi hjá sér af Jónsnes bænum með gamla torfkofanum hann af hliðina á. En ég, sko, þegar ég fór að koma þarna þá voru öll ummerki torfkofans farin, sko. Okay. En afi, hann ríghjalt í þetta gamla Steinhúsið? Já, steinhúsið og það var, sko, engin vegur sem að lá að húsinu, þannig að annarkvort þurfti að labba frá næsta bæ sem að heitir Ögur og það eru ykkur 10 kilometrar. Já, og í gegnum svolítið mýrlendi. Í gegnum mýrlendi, akkurat, þekkir þetta svæði? Já, ég þekki til. Já, þú þekki til. Já. Ég man eftir Jónsnesi líka á sölu og skoðaði myndirnar alveg í bak og fyrir. Já. Þannig að þú lýsir hvernig þetta var innanstokks, þá bara þekki ég það. Já, ok, já. En á þessum tíma, sko, eða þá fórum við bara á Zodiac gúmmubát sem við gerðum nú yfirleitt til að komast þangað. Og Stykkishólmi þá? Já, til að byrja með þá fórum við alltaf úr Ögri. Já. En svo keypti afi skemmu við hliðina á Skipavík í Stykkishólmi og þá var það miklu einfaldara og auðveldara að fara bara þangað. Þið unnuð allan aflan líka, þið voru að salta hrognin og svona bara upp í Jónsnesi. Já, bara í gamla fjósinu, sko. Og með rafmagn en ekki með rafmagn? Það var nefnilega ekkert rafmagn, það var engin vegur, það var ekkert rafmagn, það var engin sími og það var ekkert vatn.
Magna. Það var bara brunnur og sko við lögðum reyndar vatn 97 held ég, þá lögðum við vatnslögn út í Stykkishólm og það var heljarinnar verk en öll þau ár sem að ég var þarna þá var ekki rennandi vatn, það var bara brunnur og það var bara sem sagt við verkuðum öll hrognin í gamla fjósinu og svo var bara allt skólað, bara það var bara dæla niður í sjó og bara allt skólað að innan með sjó. Já, hvað er þetta langt úthald hjá þér á sumrin sem 13 til 20 ára ungur maður? Þetta var bara, sko, maður fór þarna bara leið og skólinn var búinn og maður fór ekkit heim fyrir en bara miðjan ágúst, sko. Já. Þannig að þá voru náttúrulega grásleppu veiðar allt öðruvísi, sko. Það var miklu lengra tímabil og minni haftir en svo svona hægt og rólega þá fór Evrópusambandið að skipta sér af svolítið sko Kaupfélagið í Brussel sko Afi hætti að á tímabili að tala sérfræðinga sunnan og byrjaði að tala um Evrópusambandið í staðinn sko. Af því að það þurfti sko það voru alls kyns staðlar sem að hann var alveg langt í frá og þessna var vatnið lagt sko ekki til þess að fá eitthvað hreint neysluvatn og það var svolítið fyndið að við drukkum alltaf djús, það var alltaf sko svona þykni sett út í vatnið og ég fatt að það ekki fyrir orðin sko fullorðin að það var alltaf bara til að minka óbræðið. Til að minka brunnabræðið, sko, járnbræðið og brunninum, sko. En hann lagði þetta vatn vegna þess að það var ekki hægt að þrífa svona í matvaleiðinaði öðru seldur en að hafa fest vatn. Svo þurfti að smíða þarna eitthvað klósett aðstöðu og það var endalaust og afi var náttúrulega á bara undanþágu ofan á undanþágu bara endalaust út í það endalausa sko. Og þótt þetta, honum var ábygglega þótt þetta allt saman óþarfi rafmagn og rennandi vatn og klósett og... Já, hann vildi ekkert neitt svoleiðis sko. Voru afköstin góð? Voru heimtur góðar? Voru það salta marga tunnur þarna yfir? Já, ég meina ég man eftir einu sumrið það sem við vorum með 80 tunnur, 84 tunnur. Það er ekkert smá. Sem var ekkert smá. En það voru sko... Þið þá bara 2-3 saman? Við vorum 3, við vorum yfirleitt 4 sko. Fyrstu árin að þá var Böðvar frændi minn með sko Jóhanni, þeir voru saman á aðeins stærri bát og við Afi vorum saman á aðeins minni bát. Og svo þegar Böðvar hætti að vera þá fór ég og tók við af honum hjá Jóhanni og þá var annar frændi minn Artúr sem að tók við af mér þá með Afa. Akkurat. Af því að Jóhann var svona aðal sprautan í þessu sko. Akkurat. Þetta hefur ábyggilega nefnilega, mér langaði að heyra svo mikið þessa Jónsnes hlið á þér. Þannig að ég get ímyndað mér, þetta eru svona helstu mótunar ár ungs manns, 13 til 20 ára. Þetta hefur ábyggilega haft svolítið mikil mótandi áhrif á þig fyrir lífstíð. Já, heldur betur. Og þetta gerði mig bara að þeim trillukalli sem ég í dag sko, og þarna kviknaði ást mín fyrir svona trilluútgerð og hafinu almennt og náttúrunni, sko Afi var algjört náttúrubarn og sko þetta var grásleppan en svo var náttúrulega æðadútnin líka sko og það, ég man ekki hvað voru mörg hreiður en þau skiptu mörgum hundruðum sko og og æðarbúskapur er náttúrulega svakalega mikil vinna sko heldur betur að halda vargnum frá, það er bara viðvera allan sólarhringinn. Svona og ef við treystum á það að enginn sé frá lögreglustjóra eða umhverfisstofnun sé að hlusta þá hefur ábyggilega fengið bara riffil í henduna til að skjóta kjóan 13-14 ára. Já, blessaðu vertu. Ég mátti nú reyndar ekki mynda haglabyssu fyrir ég ára svona 16 En 22 kalibera hefur verið svona... Það var allt í lagi sko. Bara í fermingagjöf. Já. Já, þetta er magna, en svo sko 20 ára gamall, þá tekur ykkur aðra stefnu í lífinu, þá er að malbyggsbarnið í þér sem að leiðið á menntaveginni, það ekki? Nei, nefnilega ekki, vegna þess að sko þegar ég útskrifast úr MH og það var ekki malbyggsbarnið, það var ævintýramaðurinn í mér sem að tók yfir. Okay. Þannig að því ég útskrifast úr MH þá vissi ég ekkert hvað mér langaði til að vera. Trillumennska náttúrulega sko hefði alveg verið til í að fara í það, en það var bara ekkert í boði á þessum tíma, þannig 1997 sko. Ekki í boði hvernig þá? Var engin inngönguleið fyrir nýliða í greinina? Nei. Okay. Það var alveg borin vorn að ætla sig að verða einhver trillukall þá sko. Okay.
Þannig að ég veit ekki hvað mér langaði til að gera, þannig að ég var bara að vinna í hinum á þessum verkamannavinnum, í byggingavinnu, hallulögnum og holræsinu og ég veit ekki hvað, til að vinna mér inn pening og fer síðan í 2 heimsreisur. Fyrsta var sem sagt 2000, þá fer ég gegnum Mið- og Suður-Ameríku, svo kem ég heim og vinn og svo fer ég í aðra ferð sko Austur-Afríku og Mið-Austurlönd, ferðast sem sagt frá Nairobi og land- og sjóleiðina alla leið til Istanbul. Ok, þannig að þú kemur úr þessu mjög svo einangraða umhverfi á unglingsárunum að veiða grásleppu og sinna æðavarpinu og fer bara út í heim. Já. Segðu mér aðeins frá þessum heimsreisum. Ég rekur minni til þess að hafa heyrt eða lesið um það að þú komst einhvern tímann í hann krappan eða ekki, var það í Suður-Ameríku? Bæði. Já, bæði. Alveg nokkrum sinnum sko. Sko það var eitthvað, þú verður að segja mig frá, það var eitthvað með vegabréf sem að týndist og það var eitthvað með einhverja fangelsisdvöl og... Já, það var í Egyptalandi. Þá var sem sagt vegabréfum mínu stólið í Egyptalandi og ég þurfti sem sagt að fá nýtt sent frá Íslandi og það tók nú svolítið tíma, þetta var 2001 sko og internetið var bara unga barn þessum tíma sko. En svo loksins fekk ég vegabréfið og passaði mig á því að spyrja lögregluna sko bara, sko nú ég með splunkunýtt vegabréf, ég er ekki með neitt stimpil inn í landið, verður þetta eitthvað mál? Og þeir segja nei og skrifa þarna einhverja skýrslu fyrir mig sko á arabísku sem ég gæti ekki lesið sjálfur, vissi ekkert hvað stóð í henni sko. Og svo ætlaði ég að taka bátinn yfir frá Egyptalandi, frá Sínaskaganum og yfir til Jórdaníu og þá bara landamæravörður, hann bara skoðar vegabréfið og segir, heyrðu, þú ert ekki með neitt stimpil inn í landið. Þannig að ég læti hann fá bréfið og hann segir, þetta meikar ekkert sens. Var þetta bara uppskrift af einhverju kjúklingarétti? Ég veit ekkert hvað stóð í þessu bréfi. En hann segir, og hann spyr mig, hvernig komst inn í landið? Og ég segi, ég fór í gegnum, ég fekk sem sagt vísa í Khartoum í Súdan og tók síðan bátinn meðfram Nasservatni og komst þannig inn í Egyptaland og hann sem sagt hringir í sendiráði Khartoum og það voru gögn það að ég hafi fengið þar stimpil og en hann segir ég held að þetta sé bara ekki rétt, ég held að þú hafi selt vegabréfið þitt í Súdan og komið gangandi inn í Egyptaland sko þetta heitir 40 daga leiðin, þetta tekur 40 daga að fara þarna sko á kameldýrum. Það svolítið mikil fórn til þess að selja eitt vegabréf? Já, einmitt og þetta það sem ég held að hafi gerst. Þannig að mér var stungið þarna í fangelsi og það var ekki skemmtileg lífsreynsla. Hvað varstu lengi? Það var bara sólarhringur sko, en það var sólarhringi og langt sko, og svo voru þeir alltaf að koma inn og spyrja mig sko, það var einhver einn maður sem að talaði ennsku og spurði sko, ok, byttu nú við, þú fékkst vegabréfið sem sagt vísa í Súdan, seldir vegabréfið þitt, komst labbandi, nei, það var ekki þannig, sko, þið var stólið. Og já, ok, og svo kemur hann aftur 2 tímum seinna og spyr mér nákvæmlega sömu spurningar sko og bara eftir 24 klukkutíma þá sagði ég bara, heyrðu, hvað gerist ef ég játa bara að hitt hafi gerst og þá segir hann, þá henduðu úr landið, þú er bara settur á fyrsta bát til Jórdaníu. Frábært. Ég sagði, já, heyrðu, þá bara gerðist þetta svona. Þannig ég vist komin einhvern svartan lista og má aldrei fara til Egyptalands aftur sko. Já, það er þannig. Já. Heyrðu, varstu ekki træddur hana? Hvað ertu, 22-23 ára gamall hana? Já, þarna er ég 23. Jú, ég var skítræddur og og sko egypsk fangelsi er ekkit skemmtileg. Nei, ég get ímyndum. Og maður heyrði svona allskyns hljóð af eitthvað sem hafa greinilega sko líkamar að slengjast utan í einhverja harða hluti sko og öskur óp og svona sko. Varstu í sambandi við fjölskyldu á Íslandi á meðan á þessu stóð? Nei, það vissi enginn þín afdrif. Nei, sem var eins gott vegna þess að mamma og pabbi voru alveg nú áhyggjufull fyrir sko. Það var ekki fyrir að ég kom heim til Ísland sem ég sagði þeim frá þessu sko. Já, það er gott. Ég hef geymt svona
óþægilega sögur gagnvart foreldrum mínum, við geymt það þangað til eftir á þegar Já. allt orðið öruggt. Já. Heyrðu, en segðu mér svo tekur það við að þú flyttur til Íslands eða ekki, það er að segja, þú ert ekki lengur á þessu flakki, meina ég. Já, og það gerðist sko í Afríku vegna þess að ég sá svo margt og ég upplifði svo margt og hitti svo mikið að ég sko, þegar maður ferðast svona landleiðina gegnum hálfa heimsálfu sem er allt öðru seldur en okkar. Erum við að tala yfir margra mánaða tímabil? Ja, það var svona hálft ár held ég. Já. Að þá náttúrulega sér maður ýmislegt og þarna vöknuðu svo margar spurningar og mér langaði svo til þess að vita hvað væri sem að gerði það að verkum að mannlegur fjölbreytileiki væri svona mikill sko. Þannig að ég kom heim og bara skráði mig þá í mannfræði. Og skráður í mannfræði. Skóla Íslands. Já, þú hefur fengið meiri svona, hvað maður að segja, NASA þefinn af því, þú hefur komist aðeins dýpra í þessi samfélög heldur en kannski hver annar túristi kemst svona á viku legu á einhverju hóteli í Marokko eins og mjög vinsælt í dag. Já, einmitt, já. Og þeir langaði til þess að fá svör við einhverju spurningum og fékkstu þau í mannfræðinni? Já. Ég gerði það. Mannfræðin er alveg svakalega áhugavert og skemmtilegt fag. Þannig að það tók smá tíma sko, það var ekki fyrir en ég var búin með mastersnámið sem að ég allt í einu fattaði að kannski var ég búin að fá svör við þessum spurningum sko. Ok. Og fórstu þá að vinna sem mannfræðingur eða hvað? Já, sko ég tók BA í mannfræði hérna heima og fór svo í mastersnám í London School of Economics sem var 1 ár. Ok. Kláraði það 2005 og svo var ég að vinna bara við rannsóknir og stefnumótun hjá svona think tank í London í einhver ár sko. Ok. Og og það var mjög áhugavert og skemmtilegt en þegar ég var búin að vera þar einhver 6-7 ára þá ákvaði ég að sækja í doktorsnám og þá í félagsfræði og aftur við London School of Economics. Þannig að þú bjóst mjög lengi út í London? Já, við vorum 10 ár í London sko. Hvar kemur konaðin inn í myndina? Er hún með þér í Jónsnes-ævintýrunum og heimshornaflakkinu eða? Já, svona ákveðna liti. Hún rétt náði í endan á Jónsnesi og kom þangað á meðan Afi og Jóhann voru ennþá að vinna grásleppurhornar og ég reyndar sko ég var með svona kjallaratiltekti á mér daginn og fann þar bara heila myndaseríu frá held ég að það verið 2000-2001 það sem að hún tók alla myndirnar sko og þá vorum við búin að kynnast og ég kynntist henni aðeins áður en ég fór í þessar heimsreisur og svo og þú hefur ekki dröslað henni með í heimsreisum? Nei, hún var í sínum eigin heimsreisum. Já. En hún er sko ensk, hún er frá London. Hún er frá London? Já, en við kynntust hérna heima. Og þannig að við fluttum til London á 2004 og aftur heim 2014. Já. Og ég kláraði þess að doktorsnámið 2015 og fekk svona nýdoktorastöðu. Já. En þá sko þá eru þau næstu kaflaskil eða svona var fræjunum sáði næstu kaflaskil vegna þess að þið voru nýflutt heim að þá fórum við í tjaldferð á Vestfirði. Já. Og erum hann í einhverju náttúrulaug heitum lækarna í Arnarfirði með minnir og þar kemur önnur fjölskylda og ég fer eitthvað spjalla við þau og tala við kallinn og þá var hann trillukall. Ok. Og hann segir mér það að þetta sé nú allt orðið miklu betra og það sé nú leið inn í trillu sjómennsku. Út af strandveiðikerfinu sem var komið á 2009. Þannig að þá kviknar smá hugmynd og ég fer svona að hugsa hvort að þetta var eitthvað sem ég geti mögulega farið að pæla í að kaupa bát og farið út í þetta sko. Og svo kemur þau upp á dúrnum sko mörgum mánuð seinna þegar ég byrja og mæti á Grundarfjörð á gamla grásleppubátnum hans Afa sem ég er búin að skvera í strandveðar að þá er hann bara, þessi sami maður hann er að gera út frá Grundarfirði líka, Magnús Jónsson. Já. Og við erum bara miklir vinnir í dag sko. Hvaða ár er þetta segir sem að þú ákveður að venda þínu kvæði kross og hættir fræðimennsku og ferð aftur í trillumennsku? Sko, fræginu var sáð þarna 2015 held ég alveg örugglega. Já. Og svo tók það mig alveg 5 ár
að kúpla mig út úr háskólanum. Þetta svolítið svona eins og mafían sko. Þetta hérna eins og hann sagði Al Pacino, I thought I was out and they pull me back in. En þannig að það tók mig nokkur ára að klára svona mína skyldur þar og náttúrulega á sama tíma að taka pungaprófið og gera mig kláran fyrir strandveiðarnar sko. Og svo tekið stökki 2020. 2020, en þetta var semst búin að vera að ganga með þetta í maganum þá töluvert lengi Já, bara frá því ég var 13 ára. Varstu ekki að finna þig í háskólasamfélaginu eða bara leiðir vel þar eða illa eða langaði þig bara svona miklu meira? Jú, mér leið mjög vel þar og háskólasamfélagi var alveg og yndislegt samfélag og ég á bara marga góða vini frá þeim tíma ennþá. En ég bara svo mikið náttúrubarn að ég svona, þegar rann upp fyrir mig ljós að ég þyrfti kannski að eyða starfsæfinni fyrir framan tölvu inn á skrifstofu. Það var svolítið það fríkaði mig svolítið út. Þannig að ég bara, mér langar til að vera út í náttúrunni og ég sé ekkert eftir þessu. Þetta er besta vinna sem ég nokkuð tímann unnið. Og fór þetta vel að stað hjá þér, þannig að 2020, þú varst byrjaður þá á gamla bátnum ykkar, grásleppubátnum úr Ljósnesi. Líka, og það var nú hlegið mikið að mér þegar ég sigldi inn í Grundarfjarðarhöfn á þessum bát, sko, þetta er svona afturbyggður Færeyingur með 25 hestafla búkvél, sko, sem er hægt að snúa í gang með handafli. Var þetta sá sami bátur og þið sölduðu 80 eitthvað tunnur á? Já. Við bara sami báturinn og við sigldum með eitt sumarið með 80 tunnur í Stykkishólm á þessu sama bát. Mér finnst það svolítið mikið. Þannig að hvað voru menn að hlæja þig þá? Já, það var báturinn var kallað sko litli þvottaballinn. og kannski, ég menna þetta var kannski ekkit sniðugt og fyrsta árið fiskaði ég ekki nema 6 tonn sko en næsta ára eftir að þá fiskaði ég 20 tonn á honum sko, þannig að þetta kom ágætlega út og þá náði ég að kaupa nýjan bát, svona skel 80 sem að hentar miklu betur í þetta. Sem þú ert ennþá að gera út. Sem ég er með í dag, já. Og var þetta bara frá því að þú tókst þessa ákvörðun og byrjar að róa á Blika, gamla Færeyingnum. Kom aldrei neitt svona efasemdakorn í kollinn á þér og hvað þú væri nú búin að koma þér út í og þetta væri nú svolítið mikil óvissa og... Nei, í raunin ekki, sko. Vegna þess að þetta gekk svo vel eiginlega bara alveg frá fyrstu byrjun og þetta gekk eiginlega miklu betur heldur en ég hefði þórað að vona. Og stuðningur heima við, fullur stuðningur með þessari breytingu á... Stuðningur heima við og stuðningur á bryggjunni. Sko. Þetta er alveg yndislegt lítið samfélag bryggjan á Grundarfirði, sko. Allir tilbúnir að hjálpa öllum alltaf, sko. Er ekki svolítið samheldni meðal svona strandveiði sjómanna? Jú. Svona hjálpa hver öðrum og mér vantar sökku, áttu sökku og gætur þú hjálpa mér að skipta reim og eitthvað svoleiðis? Jú. Fyndi að þú skulle segja akkurat þetta tvennt, sko, vegna þess að það er einn sem að ég lánaði honum sökkur og hann hjálpaði mér að skipta reim. Já. Þannig að þú hittir alveg naglan og höfuð þarna, sko. Já, þetta er svona ég þekki þetta eins úr ég er með skemmtibát og það er svipuð stemning þar sko. Það eru allir mjög viljugir að hjálpa hver öðrum og ef einhver lendir í einhverju vandræðum þá sko kefst að fá að vera þessi ægilegi kall sem að fer út og bjargar hinum sko. Akkurat, það er svolítið svoleiðis og það er svo fallegt í þessu sko og það er kannski vegna þess að það á engin neitt í þessu kerfi annað heldur en bara bátinn sinn sko. Já. Það er kannski það sem að gera það verkum að það er, sumir eru kannski svolítið viðkvæmið fyrir því að gefa upp sem sagt veiðistaði og svoleiðis. Veiðistaði eða segja hvað voru með góðan fisk á einhverjum ákveðnum stað svo það fari ekki allir þangað daginn eftir. Já. Það er kannski eitthvað smá svoleiðis en að öllu jöfni og þá er þetta rosalega skemmtilegt og samheldið samfélag. Annað heldur en í grásleppunni þar sem allir að berjast lagnir og leggja í við hvern annan. Það er miklu meiri svona hatrömm samkeppni. Meiri rígur þar held ég. Já, en sko að því að ég er með þennan mannfræðing með mér og félagsfræðing. Þetta er svolítið áhugaverð samsetning af fólki sem er í strandveiði með það ekki.
Er þetta einsleitur hópur eða fjölbreyttur? Alveg svakalega fjölbreyttur. Svakalega fjölbreyttur. Já. Það sem ég velti fyrir mér að ef eitthvað heitir að vera fallin svo flísu í rass við sjálfstæðisflokkin eða framsóknarflokkin eða eitthvað svona hægri frjálshyggjumaður, þá ætti það að vera einhver sem er sinn eigin herra, sinnar eigin gæfu smiður, sjálfstæður atvinnurekandi og það er ekkert sem að kristallast jafn tært í neinu starfi eins og að vera trillukall, eins og að vera strandveiðsjómaður og átt þinn eigin bát, þú berð algjörlega ábyrgð á þinni afkomu og allt sem þú gerir, allt sem að þú afla, þetta er allt sem hann afrakstu þinnar eigin vinnu. Þeir sem að eru kannski svolítið svona að hafa sér frammi af strandveiðsjómunum eru margir hverjir ef ég skima bara í gegnum þá sem eru duglegir að kommenta á Facebook, þeir eru flestir með pírataflagg eða sósíalistaflagg í sinni prófílmynd á Facebook. Já. Hvað er það? Ég veit ekki hvað það er og það kemur örugglega bara inn á þetta með fjölbreytnina og þeir sem hafa sig mikið fram í Facebook að þeir eru kannski svolítið í þessari hagsmunabaráttu Ætli það sé ekki fyrst og fremst það, en þetta er alveg hárrétt hjá þér að svona heilt yfir litið að þá held ég að það sé alveg óhætt að fullera það að trillukallar séu kannski svona upp til hópa svolítið íhaldsamur þjóðflokkur Já, þannig að mín tilfinning, hún er kannski endurspegla svolítið bara að þessum sem að tjá sig meira. Já, ég held það og það eru kannski einhverju 5-6 einstaklingar af 750 Já. En þetta er alveg hárrétt hjá þér að og þess vegna er það svo skrítið að sá stjórnmálaflokkur sem að hefur staðið einna mest í vegi fyrir því að strandveiðar fái að blómstra að það er sjálfstæðisflokkurinn sem ætti kannski frekar að vera að hygla sínum kjósendum sem ætti að sjá sér hag í því að hafa þarna einn allavega örugg 750 atkvæði og jafnvel meira þegar maður tekur fjölskyldur og annað slíkt frekar heldur en að vera í einhverju svona stífri hagsmunagæslu fyrir mjög lítinn hóp einhverjar örfár, kannski einhverjar 10 fjölskyldur Akkurat. Þannig að mér hefur alltaf fundist þetta skrítið að þetta er alveg hárrétt sem hún segir að þessi svona sjálfstæðis hugmynd að trillukallin bara svona tákngervingur fyrir þessa sjálfstæðis hugmynd að standa á eigin löppum og standa og falla með sjálfum sér. Já, heldur betur. Það er það er eins og segir, það er ég ætla ekki að debattera við það að sjálfstæðisflokkurinn hefur kannski ekki verið mikið að agitera fyrir strandveiði kerfinu og það hefur orðið svolítið gjá og verið árekstra milli hópa þegar strandveiði kerfi þegar það er sett á 2009 af Jóni Bjarnasyni með rosalega fallega hugsun að leiðarljósi að gera þeim sem eiga bát að geta farið út og róið til fiskjar og geta fénýttan en þetta hefur verið rosalega mikið bitbein bara svona síðustu örfá árin það fór ekki mikið fyrir þessu rifrildi fyrstu ár strandveiðikerfisins, það nokkuð? Ég veit ekki, ég er frekar nýr í þessu þannig að ég veit ekki alveg hvernig svona stemningin var til að byrja með því ég var ekkit á svæðinu þá Nei. En þetta er rétt að undanfarin ára þá er þetta búið að fara alveg hund og kött Heldur betur. Segð mér af því að þú, eins og segir, þú ert ekki búin að vera neitt rosalega lengi í þessu. Þú ert búin að vera í 5 ár sjálfur í útgerð þó að þú eigið náttúrulega langa sögu af trillusjómennsku þegar þú varst yngri. Hvernig þvælist út í hagsmunabaráttu strandveiðisjómanna? Mér fannst þetta bara svo óréttlátt og þetta byrjaði bara með því að ég skrifaði þarna grein, ég man ekki hvernig það var, hvort það verið 2022, fyrsta árið sem við vorum stöðuð í júlí. Við erum alltaf búin að vera stöðuð í júlí núna 3 ár í röð og ég bara áttaði mig ekki alveg á þessu og eins og ég segi, ég var bara frekar nýr í þessu, skildi ekki alveg svona valdadínamíkina í þessu öllu saman. Nei. En glöggt er gests augað stundum, þannig að ég bara hugsaði með mér, þetta bara stemmir ekki. Það er bara eitthvað hérna sem að bara passar ekki. Að sem sagt kerfi
sem opið öllum og er bara mjög lýðræðislegt þanniglega séð sko. En fær ekki nema einhver 2-3% af þorskígildistonnum sem að veitt eru í íslenskri lögsögu. Af hverju verið að traðka svona á þessum hóp? Þannig að ég átti bara mjög erfitt með að skilja það. Og ég skrifaði þarna grein sem að heitir 4 góðar ástæður til að styrkja strandveiðikerfið. Okay. Og hún vakti svolítið athygli og þannig var ég svolítið sjanghæðar inn í strandveiðifélagið. Það var þá nýstofnað. Það var nýstofnað þá, já. Já. Og ég var sjanghæðar í það út af þessari grein, sko. Hafði þessi stétt ekki átt sér málsvara fram að þessu? Jú. Þeir eru búin að vera alveg rosalega öflugir í Landssambandi smábátaeigenda. Já. Alveg svakalega öflugir, Örn og Artúr og náttúrulega þeir sem hafa tekið leyst Artúr af öðru hvoru. Alveg svakalega öflugir. Þannig að jú. Við værum ekkert með þetta strandveiðikerfi ef það hefði ekki verið fyrir Landssambandið, sko. Ok, og þá ferði ég í þetta að tala fyrir máli strandveiði sjómanna og þú upplifðir eitthvað óréttlæti. Hvernig hefur gengið í þessari baráttu síðan þú byrjaðir á þessu? Það hefur bara gengið nokkuð vel og það hefur bara gengið svo vel að við erum að fá okkar 48 daga í sumar. Já. Og það örugglega einhver hluti af því er náttúrulega bara samstaðan sem að þessi hópur að því að hafði það í huga að 750 trillukallar og konur að þetta eru 750 einyrkjar og kunna kannski ekkit voðalega mikið að vinna með öðrum þannig að þetta stundum svolítið eins og smala köttum en samt ekki vegna þess að það brenna allir fyrir þetta og það vilja allir bara vera trillukallar og trillukonur og það er eina sem við biðjum um. Það eina sem við biðjum um er að við getum lifað á þessu. Að maður verður aldrei ríkur á þessu. Nei. En það eina sem við biðjum um er að að okkur sé leyft að draga björg í bú með smábátasjómennsku. En bæði í seinasta sumar og sumarið þar á undan að þá vorum við með bara mjög vel heppnuð mótmæli niður á Austurvelli og ég held að þau hafi haft áhrif svo náttúrulega mjög mikil vinna sem fer fram á bakvið tjöldin líka og ég held að þessi vinna okkar og Landssambandsins hafi skilað okkur þessum 48 dögum. Það sem það sem þú nefnir með 750 einyrkjar sem eru hver sinn karakter og eitthvað svona og ég að hugsa til þess að það eru ólík sjónarmið meðal þessa hóps og misjafnt hvernig menn nálgast þennan málflutning sinn og þessa hagsmunabaráttu. Ég var orðið var við það að undanförnu að það mikið það ekki til rosalega mörgum einstaklingur endar en það mikill áróður rekinn af hálfu einstaklingar sem á strandveiðum og á móti líka þeirra einstaklingar sem eru hjá stórútgerðum þar sem er verið að skapa einhverja gjá, það er verið að hnýta hvor í annan, þessi tveir hópar þar sem að strandveiði sjómenn einhverjir eru að segja ég vil fá minn rétt til þess að veiða og ég vil banna tóveiðar og þá verður sjómaðurinn á togaranum upp á afturlappinu og segir ég vil halda mínu rétti til þess að veiða á mínu togara og ég vil banna strandveiðar. Hvaðan er þessi vitleysa sprottin að vera að missa fókusina bara svona heilbrigðri hagsmunabaráttu í það að fara einhvern veginn að níða skóinn hver öðrum? Ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvaðan þetta kemur og ég tek ekki þátt í þessu Það sem að ég legg áherslu á er að eins og ég segi að við fáum að bara hafa lifibrauð af okkar útgerð. Mér rauninni alveg sama hvað stórútgerðin gerir þannig að séð og kvótakerfið sem slíkt og þá ég að tala sem formað strandveiðifélagsins að það kemur mér þannig að séð ekkit við
Okay. Það samtala milli kvóta þega og þjóðarinnar. Og ég sem Íslendingur, ég get haft mína skoðanir en sem formaður strandveiðifélagsins að þá hef ég bara ekki skoðan á því. Nei. Það sem ég get aftur á móti sagt að það hefur náttúrulega verið litið á okkur strandveiði sjómenn sem einhverja aukastærð eða aðskotahlut eða olnbogabörn eða hvað sem maður á að kalla það. Við höfum alltaf verið í þriðja sæti innan fiskveiði stjórnunar kerfinu og það sem að ég legg áherslu á er að við eigum að bara vera rétthá og í rauninni að miklu leyti þá ættu að vera bara í ákveðnum forgangi og við eigum að vera í forgangi út af þessum 4 atriðum sem ég nefni í þessari grein það er út af byggðasjónarmiðunum það er út af náttúrusjónarmiðunum eða umhverfisskaðanum það er út af hagkvæmninni og það er út af mannréttindunum vegna þess að náttúrulega kerfið var sett á 2009 sem viðbragð við sem sagt álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna að þetta breyti á rétti einstaklinga til að vinna og búa það sem að þeir vilja vinna og búa þannig að út af þessum 4 þáttum að þá finnst mér að við ættum að vera í ákveðnu forgangi vegna þess að og náttúrulega 3 af þessum 4 atriðum eru markmið í 1. grein laga stjórn fiskveiða á Íslandi sem sagt hagkvæmnin, náttúruverndin og byggðafestan. Okay. Og við erum náttúrulega búin að vinna umhverfisdebattið og við erum búin að vinna byggðadebattið okay. en það er kannski svolítið tvísýnt með hagkvæmnisdebattið og ég held að það sé bara ekkit þær tölur sé ekkit til alveg á hreinu en við náttúrulega seljum okkar fisk á 20% hærra verði út úr búð í Bretlandi heldur en togarafisk þannig að það hlýtur að vera einhver akkur í því að fá 20% hærra verð fyrir útflutningsvöru heldur en 20% lægra verð Er eitthvað endilega besta strategían að taka þessi debatt ég velti fyrir mér af því að þessi debatt eitthvað sem ég get alveg setið með þér og við getum rökrætt fram og tilbaka og ég myndi telja mig geta hrakið þau og þú myndi telja þau geta hrakið þau hjá mér byggðasjónarmiðin, já og nei þú ert tímabundir að sprautin lífi á Norðurfirði eða Grundarfirði eða hvar sem það en það er ekki svona langtíma festa í þessu kerfi. Það er náttúrulega út af því að við fáum ekki, við erum bara með þennan þrönga ramma ef að rammin var losað nokkur gutt á spennitreyjunni þá held ég en allavega til að svara spurningunni hvort það sé sniðugt að eiga þetta debatt við verðum að gera það okkur er ítt út í þetta vegna þess að það eina sem að stendur í vegi fyrir það að við fáum að lifa á þessu það er SFS og stórútgerðin að þau eru að djöflast og pönkast í okkur eins og enginn sem morgundagur og ég veit ekkert af hverju við erum svona óögulega mikil ógn við þau en þau eru þau einu sem að standa í vegi fyrir það og þau eru náttúrulega að dæla öllu þessum róburði á okkur Ef ég væri innan SFS, þá myndi ég líta á að það væri mjög skökk strategi að vera að pönkast í strandveiðkerfinu af því að strandveiðkerfi var nú hugsað til þess að skapa einhver svona fríð frekar það nýliðun inn í kerfið, inngöngu inn í kerfið og ætti ekki með neinu móti að þurfa endilega að ógna tilvist stóra aflamarkskerfisins eða það sé að stórútgerðinni. Ég myndi halda að það væri frekar svona þjóðhagsleg sjónarmið sem að væru inn í fjármálaráðuneyti eða hjá þeim sem fer með málefni sjávarútvegsmála hverju sinni sem að væru leynt og ljóst að pönkast í strandveiði kerfinu. Af því að það er eins og segja, það er erfitt það er svona áhöld það hversu þjóðhagslega hagkvæmt kerfið og við getum átt þetta debatt líka. Það var mjög spennandi og ég nú flett í mörgum ársreikningum strandveiðisjómanna og þeir eru mjög misjafnir og það segir sér sjálft
Nú ætlum ég að endurtaka eitt sem ég sagði nefnilega í viðtali við Jón Bjarnason hér í sjókastinu að við erum með 750 báta að taka 10.000 tonn give or take eins og staðanir hefur verið. Þessi 10.000 tonn það hægt að taka þau á bara einum ísvistogara hérna út á Granda og með 15 manna áhöfn sem eru kannski svona 23 þessi 15 stöðugildi og og þá kom Jón Bjarnason með besta svar sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Sko við gætum öll Íslendingar búið í einni blokk niður í Sundaborg, niður á Sundahöfn og það væri langsamlega þjóðhagslega hagkvæmast að við byggjum bara öll í sömu blokkinni en mikið djöfulli var það leiðilegt líf. Já. Ég er svona veltaði fyrir mig hvort það sé ekki bara fókusinn hjá þeim sem að tala fyrir hagsmuni strandveiðisjómanna eigi ekki að liggja frekar bara í þessari sjálfsímynd þjóðar og réttarins þeirra mannréttinda sem að þeir vilja fá að njóta. Jú, ég er sammálaður þar en þá náttúrulega erum við sakaður rómantík og eitthvað svoleiðis. En er ekki rómantík allt í lagi? Við erum búin að reka landbúnað vera með sko allt regluverki kring landbúnaðin bara síðustu 100 árin sem að snúst það einhvern veginn að hygla rómantíkinni. Jú, sko, mér finnst rómantík bara mjög skemmtileg, sko, ég er mjög rómantísku maður og auðvitað er þessi vinna sem ég stunda núna, hún er alveg yndisleg og þetta eru uppgrip, maður hefur ágætt út úr sumrinu, maður verður ekkit ríkur á þessu en maður hefur ágætt kaup á meðan á þessu stendur og já, þá er bara stóra spurningin er eitthvað sérstakt að því að skapa vel launuð og skemmtileg störf út á landi. Það er, sko, af hverju er það eitthvað sérstakt vandamál? Já, þetta er bara svona ákvörðun sem samfélag, sko. Þetta er ákvörðun sem samfélag og þarna er kannski munurinn á okkur og landbúnaðin, en ég veit nú ekki nóg mikið landbúnaðin til þess að segja til það. En við kostum náttúrulega, sko, við getum sko rætt það endalaust fram og tilbaka hvað er hagkvæmni og hvað er þjóðhagsleg hagkvæmni og annað slíkt. En við erum að greiða meira inn í ríkiskassan heldur en við tökum út úr honum. Okay. Og það er alveg, sko, það er ekki nokkur einasta spurning. Við kostum sko, þetta er byggðastefna sem kostar ríkið ekki krónu. Nei, en væri, sko, þá kemur mótsvarið að það væri hægt að ná meiri hagkvæmni og meira skattspori, stærra skattspori með þessum eina togara eins og ég nefndi, sko. Já. Ég efast reyndar það en maður þyrfti það bara að sittast niður og reikna það út hvort að 23 menn borgi meira eða minna tekjuskatt heldur en 750 en Þetta er samt alveg rétt að við megum ekkert missa sjónar af því að þetta er, sko, þetta er bara hluti af því sem að gera okkur að Íslendingum. Þetta er elsta atvinnugrein á Íslandi. Þetta er elsta veiði aðferð bara í mannkyninu, sko. Og hún virkar ennþá. Og hvað er meira eða minna hagkvæmt? Við erum að skila jákvæðri afkomu ár eftir ár og sko afkoman á strandveiðum er bara svipið eins og í afkoman í ferðaþjónustunni og þetta er engum í huga að segja að ferðaþjónustan sé sko efnahagsleg sóun. Þannig kýtlar mér reyndar alveg rosalega því að ég er lengi búin að brjóta heilanum þetta og eiga mörg samtölu við gervigreind það og dæla í hana gögnum sem tengjast ferðaþjónustu og veltaði fyrir mig hvort að massatúrismi sé endilega svo arðbær fyrir þjóðfélagið. Já, og ég skil þig vel og á mínum háskóla árum eða sem þegar ég var nýdoktor á Íslandi, sko, að þá hitti ég mitt einn amerískan hagfræði prófessor sem var á skrifborðið við hliðina á mér á 3. hæð í Odda og hann sagði einmitt þetta og þetta hefur verið svona 2015 eitthvað, sko, þegar þessi ferðamanna bóla er að byrja að blása út, sko, og hann var sem sagt sérfræðingur í ferðamanna iðnaðinum í Karabíska hafinu og hann sagði við mig bara ég vona að Ísland fari ekki niður, sko, þegar hann sagði, sko, þetta er low skill, low wage economy, bara ekki fara þangað. Þannig að ég skil hvað að meina með það,
en þar með líkur kannski samanburðunum milli sem sagt, sko ég bara segja það að við erum að skila jákvæðri afkomu, þetta ekki í mínus. Nei. Og þetta bara í ágætis plús, þannig að ég skil ekki alveg af hverju það sko sjá allir offsjónum í því, sérstaklega þegar við höfum í huga þetta með þessi 23% sem að við fáum í okkar hlut. Hvað myndi gerast ef við fengjum 3-4%? Færi þá allt í landskotans? Nei, ég held að umræðan sko vangavelturnar snúast það hvaðan koma þessi auka prósent sko, þú veist, ef við aukum þetta úr 10.000 upp í 20.000 eða 30.000 þá eru náttúrulega einhverja aðrir sem að fénýta hinn tonnin sem að verða af þeim. Það það snýst debatið náttúrulega af hálfu SFS sem að við vorum hérna áðan að ræða sko. Það ekki skiljanlegt að? Nei, mér finnst það alveg ekki skiljanlegt og hérna, mér finnst þetta bara sko og enn og aftur og þá komum við alltaf að þessari fyrstu grein í hérna fyrstu grein laga stjórn fiskveiða að sko þar kemur bara skýrt fram að þetta ekkit varanleg eign einstaklinga sko, þessi kvótar. Þannig að hérna, og einhvern veginn að þegar þú varst að nefna við Jón Bjarnason, einhvern veginn tókst honum nú að koma þessu strandkerfi á. Já. Og ég var nú ekki á staðnum þegar það gerðist og bjó bara í London þá, en hérna ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið ansi mikið rætt þetta á þeim tíma. En hvað hefur gerst? Bara góður hlutir. Já. Ég sé ekki að það hafi verið einhver neikvæðar afleiðingar af því að koma strandveiðikerfinu á. Nei, það bara, og ríki hefur náttúrulega þennan ráðstöfunar rétt yfir 5,3% sem að... Já, það mætti alveg hækka hann upp í 6 eða 8 eða 10, sko. Einhvern veginn var honum komið á til að byrja með. Já, svo sem. En þetta hagsmunabarátta ykkar og hagsmunabarátta SFS svo hinn bóginn að verjast því og svo bara ef Guð lofar hægt að finna einhver sameiginlegan flöt á þessu. Já, það væri náttúrulega best sko. Það væri best og ég svona batt ákveðna vonir þegar hann Guðmundur Kristjánsson tók við formennsku í SFS að við gætum þá kannski slíðrað sverðin að við viljum ekkert hafa þetta svona. Nei. Við viljum ekki hafa þetta svona. Og sko, þetta svolítið Davíð og Góliat. Við erum búin að vera í vörn eiginlega allan tíman sko. Og ég lít þannig á það að SFS hafi verið árásaraðilinn sko. Okay. Þannig að ég var svolítið vongóður um að kannski gætu við kannski farið að finna eitthvað sameiginlegan grundvöll þarna og þau myndu kannski sjá sinn hag í því að nota okkur í bara auglýsingaherferði. Ég meina þau gera það náttúrulega hvort þið það sko þegar í öllum auglýsinga þegar fiskur seldur út í hennum stóra heimi að ég meina það miklu meira sexy að vera með einyrkja og með gogg heldur en einhvern vesmiðutogara sko. Fólk vill frekar sjá það og það selur. Já. Þannig að ég hefði haldið en svo bara virtist ekki verið neinn hljómgrunnur innan SFS með hans málflutning sko því miður. Nei, hefurðu sérst upplifað sanngirni í hans málflutningi? Já, hann fattar þetta, hann skilur þetta. Já. Hann veit alveg hvað klukkan slær sko. Þannig að, hann af allt öðru sauðahúsi heldur en hinnir sýnist mér á öllu sko. Já, hefur ekki var við sömu orðræðu frá öðrum útgerðarmönnum? Nei. Bara alls ekki sko. Já, þetta áhugavert. Sko, við gerum kröfur gagnsæi í hvernig business sem og við viljum að okkur svona almenningi annt það að þeir sem eru að fénýta með einhverjum hætti einhverja auðlindir, hvort sem það heitir að gera út á túrisma eða strandveiðar eða stórútgerð eða hvaða nú svo sem heitir að það skili sér vel í ríkiskassan eða í sameiginlega sjóði okkar. Finnst þér að mætti gera meira í gagnsæi hjá strandveiðisjómunum? Það geti vel verið. Sjálfur ég allt með allt á bara mínu eigin nafni. Ég ekki með fyrirtæki.
Já, flettur með ég er búin að fletta því upp, þannig ég veit að þú ert með alltaf þín nafni og það eru lang flestir gef ég mér sem eru með upp á borðum allt svona í tengslu við strandveiði útgerð sína, en svo eru svolítið skuggalegar tölur sko ef maður rýnir í ársreikninga summa hverja að það stendur svolítið mikið á núlli að tekjur og gjöld eru bara nákvæmlega þau sömu og ég ætla að koma með smá dæmisögur sem eru algjöra dylgjur en ég er að hafa þetta eftir manni sem að mér langaði sjálfan til að fá mér trillu sem að ég væri kannski ekki mikið að nýta alla veiðidagana til en hringdi hann og spurði myndi make a sense fyrir mig að fá mér þessa trillu og borga hana bara upp með því að róa kannski bara svona 5-10 daga eða eitthvað svoleiðis yfir tímabilið og þá gaf hann mér það heilræði að sko, gerðu þetta bara eins og ég er með bát og ég gera hann út af krafti og þetta gengur upp með þeim hætti að sko heimilisbíllinn, hann er útgerðabíllinn og ég leyfi mér að kaupa í 6 mánuði á ári svona í matinn og það er kostur á heimilið og nú er þetta náttúrulega sko, nú er ég að segja frá skussaskap hjá einhverjum atvinnurekanda sem að vill svo til að strandveiðisjóminu, við vitum reyndar að þetta er EHF-gatið svokallað sem að þarf að loka í öðrum brönsum líka en mætti með einhverjum hætti tryggja að það sé ekki svona ógagnsæi í rekstri trillukalla sérstaklega til þess að nota meiri traust eða eitthvað. Sko ég er alls ekkert viss að þetta sé eitthvað algengari hjá trilluköllum heldur en bara hvaða EHF sem er hvort sem smiður eða pípari eða með þjónustu eða bara whatever sko. Akkurat. Þannig að ég bara veit það ekki. Sjálfur vil ég hafa þetta mínu nafni vegna þess að það bara einfaldar mér lífið og allt svoleiðis sko. Ef þetta er allt löglegt sem að fólk er að gera að þá er þetta náttúrulega bara ekki í strandveiði kerfinu að kenna sko. Þá er það eitthvað allt annað sem að kemur þar inn í og að því ég hef heyrt þetta svolítið sko, SFS hafa svolítið verið að reyna að nota þetta á okkur sko. En þá er þetta sko strandveiði kerfinu algjörlega óviðkomandi og þá er þetta skatturinn sem að þarf að skoða þetta frekar heldur en atvinnuvegaráðuneytið. Fólk spilar eftir þeim leikreglum sem þeim eru settar og það er mannlegt eðli að reyna að spila alveg út af ytri mörkum. Já, allavega hjá sumum. Já, hjá sumum. Já, það er meira hvað maður að segja, þetta er eitthvað svona náttúrulega mál virðist vera og endar alltaf með einstaklingar sem fara út í þetta. Já. En svo veit ég ekkert hversu margir trillukalla voru í Panama-skjölunum til dæmis. Það voru nokkrir stórir útvegsmenn í þeim sko þannig. Já, Panama-skjölin. Segðu mér, eru margir innan meðal strandveiðisjómanna sem hafa selt sig út úr greininni áður úr öðrum úr svona, hvað maður að segja, fyrri trillukerfum? Þeir eru til. Já. En þeim fer bara hratt fækkandi vegna þess að hvenær ættu þeir hafa eignast sinn kvóta ókipis. Það eru komnir einhver áratugir síðan það gerðist sko. Já, nema það sem að gæti mögulega gerst núna með strandveiðikerfið ef eftir einhvern árafjölda það ávinnist einhver réttur og það verði eitthvað framsal á endan mér það er náttúrulega ekki boðið núna. Nei. En er það ekki eitthvað sem að er óttast eða? Jú, það er annað af því sem að SFS náttúrulega heldur uppi og það gerist ekki á minnivakt. Þetta fer aldrei, strandveiðikerfið fer aldrei í kvóta á minnivakt. Nei. Og sko þarna er svolítið verið að reyna að mála trillukalla upp sem einhverja gráðuga græðgisunda og fyrir mér að þá er það svona svolítið það sem að sálfræðingar kalla frávarp, það sem þú ert að varpa eigin löstum yfir á aðra. Já. Og sko ef að það er náttúrulega bara mjög siðlaust að bjóða upp á þetta til að byrja með vegna þess að þú ferð til einhvers mann sem er búin að vera strita alla sína ævi sem vörubílstjóri eða whatever og strandveiðum á sumrin og segir við hann, herðu, viltu fá 100 milljónir fyrir ekki neitt? Já. Hver er að fara að segja nei við því? Akkurat. Þannig að það er ekkit við trillukallan að sakast. Nei. Það á bara ekkit að bjóða upp á þetta til að byrja með og náttúrulega sko kvótakerfið er ágætt fyrir sína sakir en það er náttúrulega sko
það er náttúrulega seljanleikin sem að stóri skúrkurinn í því og þannig að það á ekki og ég vil hafa strandveiðkerfið opið öllum og það er fegurðin að bakvið það eins og ég sagði áðan að það á enginn í strandveiðkerfinu annað heldur en bátinn sinn það er það fallega. En núna er sko seljanleikin eða framsalið á aflaheimildu með skúrkurinn eins og nefnir en það er aftur á móti það sem að veitir sko einhvern fyrirsjáanleika og einhverja svona rekstrar vissu og ég velti fyrir mig með strandveiðkerfið. Nú er þetta kerfi sem er búin að vera í 5 ár og það er búin að vera við lýði núna í 16 ár og það hefur alltaf verið óvissa með það fyrir hvern einn og einasta sem tekur þátt í þessu kerfi og er að reka sinn bát. Hann að því gefnu að mótor og gír og báturinn sé í lagi, þá veit hann ekki ég að fara að veiða sko 10 daga skammtinn, 700 kíló pluss mínus, eða ég að fara að ná 20 eða 30 og hvenær klárast potturinn. Hvað og ég velti fyrir mig, ég bara horfa ef við spólum aðeins svona fram á veginn, gefum okkur það, 48 daga verið leiðir á hvern og einn bát. Og það er bara skammturinn á hvern dag hvað svo ef það koma bara 2000 bátar en ekki 750 bátar eða koma 2000 bátar inn í kerfið þá erum við komin með svolítið drjúgan hluta af heildar afla heimildum í þorski sem bara hreinlega þarf að færa þá til þess að fóðra kerfið. Já, það væri náttúrulega alveg frábært ef það eru sköpuð 2000 vel launuð og skemmtileg störf á landsbyggðinni, sko. Ég bara sé það ekki gerast. Og þessar hrakspár sem hafa komið frá bæði stjórnarandstöðu flokkunum og náttúrulega SFS að það færi allt á hliðina og þetta myndi bara allt springa að það, sko, nú erum við hálfnaðir með vertíðina hann sem sagt byttu nú við það var ekki Bergþór Ólason, það var held ég Stefán Vagn sem að sagði það bara núna innan þingi daginn að þetta gæti endaði 31.500 tonnum sko, vertíðin og þá var hann að með þær forsendur að hver einasti bátur myndi veiða skammtinn hvern einasta dag út vertíðina og það náttúrulega aldrei að fara að gerast. Nú og þetta gerðist með sko, þessar spár komu seinasta vetur. Þá voru SFS jafnvel farin að tala sko, 36.000 tonn og voru komin alveg á flug með þessar hrakspár. Ég sagði sko við strandveiðifélagið og landssambandið við sögðum að þetta yrði á bilinu 14 til 16.000 tonn í sumar. Nú er júní að fara að klárast og við erum komin í 5.500 tonn held ég. Þannig að ég held að þetta verði bara akkúrat á bilinu 14 til 16.000 tonn sko. Þannig að já og það var náttúrulega líka sagt að þetta loforðin 48 daga bátunum myndi fjölga og kerfið myndi springa og það náttúrulega gerðist ekki heldur sko. Nei. Þannig að ég held að það væri bara fínt að anda bara með nefinu, sjá hvað gerist, sjá hvernig spilast úr þessari vertíð og taka svona ákveðnar ákvarðanir út frá því. Frekar heldur en að segja við getum ekkert gert vegna þess að mögulega gætu verið komin 15.000 bátar eftir 5 ár sko. Það bara... En væri strandveiðifélagið tilbúið í að ganga þeim skilmálum að það væri sett þak á hámarksfjölda báta sem að komast inn í greina? Ég held að það sé ekki tímabært að skoða það alveg strax sko. Vegna þess að í fyrsta lagi þá erum við að tala svo voðalega lítið af tonnum sem að vantar upp á og það er alveg hægt að finna, það alls kyns hundakúsnið til að fiffa það í allar áttir sko. Þannig að ég held að það sé alls ekki tímabært að fara að skoða það neitt sérstaklega sko. En ég meina ef það verða komnir eins og þú segir 2000 bátar eftir 2 ár þá mætti svo sem alveg skoða það en ég bara sé það ekki fara að gerast það er ekkert sem að bendi til þess að það geti gerst sko. Er eitthvað krafa meðal þinna félagsmanna að vilja lengja tímabilið, að vilja fá að gera þetta atvinnu á ársbasis? Já.
það væri náttúrulega sko bara draumur í dós. En þá þyrftu þetta að vera fleiri heldur en 48 dagar. Já, en það væri þá að finna eitthvað svona ekstra og náttúrulega margir af þeim sem að strandveiðum á grásleppu líka til dæmis og margir af þeim sem að strandveiðum að þeir fá mótframlag í byggðakvóta. Þannig að þegar þú ert komin með þessa 48 daga þá komin svona ákveðin grundvöllur til að gera aðra hluti með bátiðinn líka sko. En já, og sko best var náttúrulega að hafa þetta eins og þetta í Noregi. Noregur með alveg rosalega öflugt strandveiðikerfi. Já, hvernig það? Og það gengur bara mjög vel sko. Það gengur mjög vel hjá Norsrunum. Og skila bara fínna afkomu eins og strandveiðikerfið á Íslandi sko. Hvernig það frábrugðið íslenska kerfinu? Þar ertu með einhver ákveðin sko bittu nú við. Nú þarf ég aðeins að hugsa. Ég held að þetta sé einhver sko rosalega byggðasjónarmið í gangi þar. Já. Og þar segja stjórnvöld bara sko við stórútgerðina þar, ef að þið treystið ykkur ekki til að halda upp í byggð í landinu, að þá fer þessi kvóti eitthvað annað til þeirra sem að treysta sig til að gera það sko. Og hann bundinn á skip líka sko, kvótin? Já. Þannig að norsararnir eru alveg grjótarðir og bara til að leiðrétta þann misskilninga þá hefur náttúrulega sko verið þess að það annað sem að kemur alltaf upp í umræðinni. Já. Það að norskur sjávarútvegur sé ríkisstyrktur. Hann hefur ekki verið ríkisstyrktur í 50 ár sko. Þannig að þetta eina af þessum þvælu dellu frösum sem að koma. Ég held að þú sért að kalla yfir þig nýja auglýsingu með exit genginu sem kemur og hrekur þessa fullyrðingu. Nú, byttu nú við. Nei, ég er að spauga. Já, þannig að sko, við, eins og ég bara margótt búin að segja bæði við þig núna og bara almennt að það eina sem að við viljum fá að gera að fá að vinna við þetta sem að við elskum að vinna við sko. Það er eina krafan. Þetta sé líka eitt sem við meðum ekki missa sjónar á. Óháð því, við getum eða ekki við, það er ekki mitt að debattera það, en það er ekkert að þrefa það sko, hversu margir dagar þetta að vera, hvað á mikið að vera í heildapottinum og allt það. En við þurfum allavega sko, sjómenn að vera sem að störfum innan greinarinnar þurfa að sammælast það allavega að snúa saman bökum og skipta sér ekki fylkingar af því að það er pláss fyrir alla. Það er þegar strandveiði sjómaðurinn sem er með allt á hornu sér að segja vil ekki tógveiðar þá áttar að sig ekki á því að strandveiðbáturinn hann fer ekki út á halamið djúpt út í að sko, fiska á 200-400 metra dýpi og í haugasjó í febrúar og þegar togarasjómaðurinn sem að að svara sem að líka í fílu út í þennan strandveiðsjómann segir bölvaði strandveiðsjómann ekkert pláss fyrir hann togarinn á heldur ekkert erindi í það að vera veiða á innfjörðum. Nei. Þannig að það verðum að átta okkur á því að við erum að nýta þessa auðlind með sjálfbærum og ábyrgum hætti. Já. En við gerum það líka með mismunandi hætti og mismunandi verkfærum til þess. Já. Þarna er ég alveg hjartalega sammálaður og sko ég er alls ekki einn af þeim sem að vilja banna tógveiðar sko. Tógveiðar hafa ég menna þar að vera stundar við Íslandi í einhver 150 ár og það eru bara ákveðnar tegundir sem er ekki hægt að veiða öðruvísi og það eru ákveðnar kringumstæður þar sem að tógveiðar gera bara lítið ógagn sko, gera lítinn skaða þannig að það er þannig að ég er alls ekki að tala fyrir því að banna tógveiðar sko. En mér finnst samt mjög skrítið að til dæmis það að sko, og þarna komum við aftur inn á það að við upplifum okkur svolítið sem svona olnbogabörn innan kerfisins og það er alveg óumdeilt að handfæri valda minni umhverfisskaða heldur en tógveiðar. Ég held að það sé bara ekki nokkur einasti maður utan Hafrannsóknastofnunar einhver hluta vegna sem að halda því fram að tógveiðar og handfæraveiðar skilji sama sömum ummerki og hafi sömur áhrif. Og þess vegna finnst mér enn og aftur svolítið skrítið að tógarar eru komnir upp að 3 mílum og
og fá að toga á stöðum þar sem að þeir ættu eiginlega ekkert að fá að toga á sko. Og Hafrannsóknastofnun segir bara ekki neitt. Þeir bara fást ekki til þess að tjá sig þetta og nú náttúrulega þessi David Attenborough mynd kominn og ég held að forstjóri Hafró hafa farið á ráðstefnuna fyrir í mánuðinum sko. En þau bara fást ekki til þess að segja það hvort að sko, þeirra mantra bara sko, tonn úr sjó er sama á tonn úr sjó. Já. Alveg sama hvernig það veitt sko. Það líka kannski það falla allir í þá gryfju að berjast á sikkurum endaspektrum sem sé að á anstæðum pólum eins og nefnir David Attenborough myndin og áróður sem hefur rekin gegn tógveiðum þá hefur verið að sýna sko einhverjar neðansjávarmyndir af botntróli sem dregið yfir einhver kóralrif og viðkvæmri grunnslóð en við megum ekki missa sjónar því eins og segir sko að tógveiðar hafa verið stundaðar í sko yfir 100 ár og mest megnis á nákvæmlega sömu sko brautunum þetta eru bara orðnar svona ágætis hraðbrautir eins og út á halamiðum það sem hefur verið að toga yfir sömu veiðislóðir og búið að vera að gera síðustu 100 árin og ég þekki það sem sko fyrir togarasjómaður að það er ekkert gaman að lenda í því hræðilega óhappi að draga yfir kóral og þurfa að greiða úr netinu og vera með sko óbætanlegt tjón á veiðafærum upp á sko 100.000 eða milljónir eftir að hafa lent illa í því sko þannig að en þetta með 3 mílna bátana það alveg eitthvað sem að mætti skoða betur. Já og reyna bara að fá smá jafnvægi í þetta og fiskveiðistjórnunarkerfið okkar, kvótakerfið náttúrulega sko alveg sérhannað fyrir svona samþjöppun og svona einsleitni innan kerfisins og þar nú kemur sko félagsfræðingurinn í mér upp sko að það alltaf vitnað í eldgamla grein sem að Gareth Hardin skrifaði The Tragedy of the Commons það er alltaf vitnað í hana og ég held að þetta sé mest sú grein sem hefur mesta tilvitnin af öllum hagfræðigreinum sem hafa nokkuð verið skrifaðar Akkurat. Og hafði alveg gríðarlega áhrif og hefur ennþá gríðarlega áhrif í sjávarútvegs ráðuneytinu eða atvinnuvegaráðuneytinu núna sko þetta er sem sagt þetta er bara svona trúarbrögð að eina leiðin til þess að stjórna almenningi sem sagt bara einhverju auðlind sem að enginn í rauninni á er að engavæðan að það sé eina leiðin til þess að halda þessar auðlind sem sagt sjálfbæri. Það sem að þeir sem að aðhyllast þessi trúarbrögð gleyma oft er að það var annar hagfræðingur sem heitir Eleanor Ostrom og hún fékk nú Nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir sína vinnu og það sem að hún sýnir fram á það sem að Gareth Hardin sagði að það var bara rangt og Gareth Hardin hann byggir alla sína kenningu á ímynduðu dæmi, hann segir sko imagine a pasture open to all þannig hann tekur eitthvað ímyndað dæmi frá 18. aldar Englandi og bara af hverju hann gerði það bara skil ég ekki en hann sem sagt biður okkur að ímynda okkur engi sem að enginn á og allir bændunum þar í kring reka féð sitt inn á það engi og eftir ákveðin tíma að þá er búið að ganga svo mikið á þetta engi að það bara hættir að gefa af sig gras og þetta er grundvöllurinn fyrir kvótakerfinu og þessum framsæluleika það er hugmyndin á bakveða að ganga betur auðlindina og það sé einhver sem að er ábyrgur fyrir henni nei, að einhvers eigina að einhvers sé eigandi það er það sem að þau vilja meina þetta verður að vera í einkaeigu það sem að það er kenningin sko það er í kenningin Tragedy of the Commons En það sem að Eleanor Ostrom gerir, að hún tekur raundæmi og hún tekur raundæmi nokkur fiskveiðar á bæði hvað var það í Kanada og fleiri stöðum, en hún skoðar líka hirðingja í Masai Mara, hún skoðar vassveitur í San Francisco og hitt og þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að oft er það bara þannig að nærsamfélögunum sé bara vel treystandi til þess að halda sameiginlegri auðlind, bæði sameiginlegri og sjálfbæri
og það sem að og hún hefði ekkert sagt að hérna, hún ekkert endilega að segja að Gareth Hardin hafi verið rangt fyrir sér, það sem hún að segja þegar þú ert bara með einhverja eina stefnu að þá hérna og sem að verða sína að ákveðnum trúabrögðum þá lendur í vanda og endaði sjáum við það núna sko að hver einasta tegund sem hefur verið kvótasett fer bara niður í Já, það er alveg rétt, en það sko ég ætla nú ekki að segja að hérna ég hafi heyrt þannig Nóbelsverðlauna hafa, en ég hef oft og mörgum sinnum hérna heyrt vitnað í Hardin sko, og The Tragedy of the Commons, besta dæmi sem að ég hérna þekki sko það er hérna út frá því hvað er frítt og hvað er ekki frítt, ég vitna oft í það að á sumrin er ókeypis í Nauthólsvík, Ylströndina, þá ganga allir sameiginlega búningsaðstöðu eins og anskotin, á vetuna kostar og það ganga allir snirtilega þetta er bara svona lítið smá djókdæmi en sko þetta gæti svo sem alveg átt við Tragedy of the Commons, jafnvel með svona mikinn fjölda sem að hefur aðgang á auðlindinni eins og og hún er ekki uppskiptanlega eftir svæðum, þannig að ég veit ekki hvort að þetta sé endilega best til að rekja og til að rekja orð hennar þannig Nóbelsverðlauna hafans þá erum við með sameiginlegan aðgang bænda að beitilandi í afréttum. Það hefur ekki verið vel gengið það og ofbeitt og uppblástur og allt það sko. Já, og ég held að Åström myndi ekkit vera ósámálaður með það og hún er ekkit að segja að þetta virki alltaf. Það eina sem hún er að segja er að það virkar ekkert alltaf. Nei, ég er alveg hjartanlega sammála því. Og þar með talið sko, og þess vegna er þetta 5,3% kerfi svo mikilvægt, þetta setur svona smá fjölbreytileika inn í kvótakerfið, sko, inn í fiskveiðistjórnunarkerfið. Og einmitt eins og við vorum að tala áðan með samspil á milli togara og línubáta og netabáta og hitt og þetta, náttúran, hafið, er alveg gríðarlega fjölbreytt, alveg gríðarlega flókið. Það er ekkert hægt að veiða allan fisk með einni veiðaðferð sko. Og þess vegna er svo mikilvægt að hafa þennan fjölbreytileika og þegar auðlindin okkar var nú að sú trúðasamkoma var að sem sagt eiginlega svolítið undirstinga það að það ætti nú bara að leggja 5,3% kerfi niður og það með strandveiðar og vegna þess að það átti alltaf að vera sko í nafni einfaldleikans, einföldunar. Hvað, tóku þið þátt í smíði auðlindarinnar okkar skýrslunar? Já, en við sögðum okkur úr, sko við og Landssamband smábátaeigenda og SFU, sem sagt samtök fyrirtækja, fiskverkenda og útflytjenda. Við, sko, þegar bráðabirgðaniðurstöðurnar kom út, við sögðum bara, heyrðu, þetta er, það kemur ekki orða því sem að við lögðum til. Var ekki hlustað á ykkur? Það var ekkert hlustað á okkur og við áttum fund með þeim og það var bara alveg augljóst að það var löngu búið að ákveða niðurstöðu þessarar skýrslu. Hver var að filtera, hver var að hafna ykkar málflutningi þar? Ég veit það ekki, ég held að það hljóti bara hafa verið þeir sem voru í forsvari fyrir þetta sko. Var það þá Svandís Svavarsdóttir? Nei. Já, hún skipaði nefndina sko. En það var Eggert Benedikt sem var nú svona aðalsbrautan í þessu og ég menna hann var nú fórstjóri HB Granda í mörg ár sko. Já. Svo var það Gunnar Haraldsson sem sem náttúrulega aflareglukongurinn sko. Sem lagði það til að það ætti bara að sleppa öllum þorskveiðum 2007 sko. Akkurat. Það var alveg augljóst að forsvarsmenn þessara nefndar og löngu búin að ákveða hver niðurstaðan væri áður en einu sinni lögð af stað í þessa vinnu sko. Það ekkert hlustað á ykkar sjónarmið? Rötuðu þau ekkert í þessa skýrslu? Nei, ekki bofs. Áhugavert. Enda sko, ég menna, hvar er þessi skýrsla í dag? Hún fór bara sama veg og allar aðra skýrslur, bara hún í skuffi og ég held að það sé enginn sem einu sinni vitnar í hana lengur sko. Nei. Og þetta er bara 1,5 ár síðan eða 2 ár síðan. Já, þetta er ekki langt síðan. Segðu mér ef þú mættir ráða, þú yrði bara alráður eins og þessir forsprakkar í auðlindinu okkar, þú mættir breyta einhverju núna. Hverju myndir breyta þú
þú er bara 10 mínútur til þess að skrifa upp hérna Já. nýja reglugerð fyrir strandveiði eða fyrir breytt fyrirkomulagi í hérna fiskveiðistjórnunarkerfinu. Hver myndir þú breyta? Það er nú freistandi að segja frjálsar handfæraveiðar en ég ætla samt ekki að segja það vegna þess að ég er ekkit vissum að það sko, ég veit ekki eins og hvað það þýðir, ég veit ekki hvað frjálsar handfæraveiðar þýðir. Nei, þetta er mjög tvírætt hugtak eða svona óljóst. Já, sko það er náttúrulega alveg útilokað að allir ætti að geta róið á handfæri alltaf hvenær sem þeir vilja, sko, og veitt eins mikið þeir vilja. Það er dæmi sem myndi aldrei ganga upp. Ég myndi kannski eitthvað líta til Noregs, ég veit það ekki, en hérna, ég myndi bara vilja enn og aftur að finna eitthvað kerfi þar sem að maður getur haft leyfibrauð af þessu. Ég nenni ekkert að vera í þessari hagsmunabaráttu, sko. Mér finnst það hundleiðilegt að vera í strandveiðifélaginu og það sem að bjarga því er náttúrulega að ég er með mjög góða stjórn með mér og góði félagskapur en mér finnst það hundleiðilegt að vera að rífast við eitthvað fólk. Ég vil bara fá að vera út á minni trillu og draga björg í bú, sko. Það er það sem ég vil gera. Er það helsta helsti drifkrafturinn á bakvið það að þú sért formað strandveiðifélagsins og bara tryggja það að þú fáir að gera þetta áfram? Já, ég og allir sem að vilja gera þetta, sko, vegna þess að það eru margir sem að vilja, sko, allir sem að hafa einhvern tímann farið á skak, þeir elska þetta. Nema þú ert sjóveikur, þá kannski það geti sett strik í reikningin, en þetta er svo ótrúlega gefandi og yndisleg vinna að hérna og ég meina það hlýtur að vera ástæða fyrir því að það er búið að vera stunda þetta í árhundruði við Ísland, sko. Eftir 18 ár þá verður þú 67 ára gamall. Já. Ætlar að vera ennþá skakki þá? Ef maður hefur heilsu til, já. Afi var nú á gráslaup alveg upp undir 8, sko. Já. Hver allir sé elstur? Ég held að það sé einhver 90 ára sem er að róa, sko. Já. Og svo er náttúrulega hann Jón Marteinn á Bolungavík, held ég alveg örugglega. Já, hann er fjörgamall. Hann er 85 ára, held ég. Ég bið til Guðs að gefa mér heilsu til þess að róa þangur til í 85 ára, sko. Já, þetta er bara þitt ævistarf. Þú ætlar ekkert aftur að hverfa fræði störfum eða? Nei, en svo er ég náttúrulega búin að taka svo margar handbremsubeygjur í lífinu að hver veit. Hver veit. En ég held að mér er aldrei liðið jafn vel. Já, þarna er þinn hjartsláttur og þitt DNA er alveg bara Já, mér er aldrei liðið vel jafnvel í nokkur einustu vinnu eins og þessari, sko. Þetta er dásalegt. Já. Kjartan, takk fyrir spjallið, takk fyrir að segja mér þína hlið og ykkar hlið á hérna ykkar hugmyndum um strandveiðikerfið. Þetta var mjög áhugaverð spjall. Takk fyrir mig.